Sæll, fá þér sæti, séra Björn. Já. Þakka þér fyrir. Þú getur væntanlega ímyndaður af hverju ég hef kallað þig hingað til mín? Nei, ég fekk bara að skila bá kólnum mínum að ég ætti að koma að fundi á biskupnum á volundag. Já. Já, hingað er ég komin. Já, það er út af messunniðinni á sunnudaginn var. Hvað var ekki allt í lagi með hana? Þetta var bara svona hefðbundin messa fyrir sunnudag eftir Trinitatis. Já og nei, hún var nú ekki hefðbundin að öllu leyti. Nei, það var alltaris gang og óvinnulega því leiti að það er ekki hægt að draga þessa garbaðinga upp til altaris hvern sunnudag. Nei, það er ekki það sem ég átti. Nú? Nei, mér var bent á að nýja hempan væri óvenjuleg. Já, sko, svo gamla var hún svo slitin og svona. Svo var hún líka í svo hlýjum grænum lit en ég er vetur. Vítu, ég skil ekki vetur. Já, ég fór í litgreiningu og fannst þessar hempur svo stólur og riklin og allt það. Fara mér svo illa. Já. Og hérna... Og þú ert vetur? Já, og þess vegna fekk ég hempu í köldum grænum lit. Er það ekki alltaf leið? Jú, ég meina hempur eiga... Já, og þess vegna fekk ég hempu í köldum grænum lit. Er það ekki alltaf leið? Jú, ég meina hempur eiga að vera grænar og sunnudagum eftir Trinitatis. Það er ekkert kveðið á í hvaða tón þær eiga að vera, en útsaumurinn á bakinu á þessari nýju er dálítið skrítið. Finnst þér það? Já, það stendur Henson á bakinu á Já, hún er sko kostuð af Henson. Íþrótta þarna... Já, það var ekki til neitt í sjónum fyrir nýri hempu, þannig að... Þannig að Henson kostaði hempuna gegn auglýsingu á bakinu á henni. Já, það er ekki alltaf leið, þetta er ekki það mikið sem við höfum úr á móða. Já, ég er nú ekki alveg nógu ánægður með þetta reyndar. Nú, það er að tala um að auka tengsl kirkjuna við atvinnulífið og... Já, það var kannski ekki alveg þetta sem við höfum í huga þegar vorum að tala um það. Nei, meira svona kirkjan ætti að starfa meira úti á akrinu. Úti á akrinu? Í Garðabænum? Ja, það skiptir ekki máli. Viltu að ég fari aftur í gamla Trinitatis garminn næsta sunnudag? Já, annarkvort það þegar þú látir taka þetta Henson af bakinu á. Ég veit ekki hvað þeir í Henson segja við því, þeir lofuðu 5.000 kall á mánuði fyrir þetta. Því miður, þú verður að gera þetta, annars svikti ég þig hempunni. Ætlar að reka mig? Nei, ég ætla bara að taka af þér þessa nýju hempu þína. En með brauðið? Nei, ég ætla ekkert að reka þig, ég ætla ekkert að taka þér brauðinni. Nei, ég meinti þarna brauðið þarna oblóturnar. Hvað með það? Og það er ekki rétt að því? Þessum brauðið? Nei, já. Nei, hvað var með það? Ekkert. Býtu, var það kannski líka kostað af einhverjum? Já, en það var bakarinn. Býtu, varst í með oblátur? Nei, það kom betur út að vera með brauð. Og var það kostað af bakaranum? Já, þetta er millubrauð. Já, býtu, hvernig kom það? Bara vel. Nei, ég meina, hvernig kom það fram að það væri kostað af millunni? Ég sagði bara að þetta væri í boði millunar. Hvernig þá? Brauðið sem við brjótum er samfélagum líkama Krist í boði millunar. Sagðirðu þetta við altarisgönguna? Já, var það ekki leið? Nei, það var það ekki. Men eitthvað verður maður að gera til að koma þessu heim og saman. Býtu, hvernig þá? Bara kaupið er þannig að það leitun á manni í Garðabænum með lægra laun en ég. Kirkjusjóknin er léleg og aldrei kemur króna í baukinn. Hvað á maður að gera? Já, það er full mikið að vera með svona kostunaraðila að messum. Nú? Já, ég verð að biðja þér að hætta þessu. Ó. Hvernig með vínið? Með altarisgöngur. Þeir eru ekki dottið í huga að fá kostunaraðila á vínið líka? Nei, ég rettaði því öðruvísi. Nú, hvernig þá? Ég bara bruggaði það sjálfur í kjallaranum. Bruggarðu vín í kjallaranum á kirkjunni? Auðvitað ekki! Ég bruggaði það í kjallaranum heima hjá mér. Hvað heldur ég eiginlega sé? Guðlastari, þetta er Guðs hús.